ég mögulega þurfti þessa umræðu og þurfti þessar öfgar til þess að mynda mig skoðun. Ég hef aldrei skilið, ég veit það ekki, kannski ég of næf, en ég var aldrei skilið þetta bara, já við þurfum þessar öfgar til þess að þetta sama eins og með Hildi Lillendal, það var alltaf já við þurftum túrblóði strætó til þess einhvern veginn af raunverulega samræður það svona stöðu konunnar í samfélaginu, ég bara, það? Þurftum við það? Ég ætla ekki að segja alveg hvað við sem samfélag þurftum, en svona ef ég horfi á þetta allt sem fór í gegnum hann og alla umræðu um kyn og eitthvað svona, þá ég mögulega fróðari en ekki heimskari eftir þetta allt, af því að ég þurfti líka bara að spurja mig og þú veist, og meina ég var sammála hlutum einu sem ég ekki sammála núna og það þroski, það framfarir, það einhvern veginn. Þannig að ég ætla ekki að segja eitthvað, já við þurftum þessu samfélag, þetta bara nauðsynlegt. Ég ætla alls ekki að segja það, en ég ætla að segja svona þegar öllu á botninn hvolft, þá held ég að þetta hafi ekki gert okkur endilega andlega fátækari. Núna á leiðin eitthvert og ég ætla að haldi þá bjartsýni að sú vegferð gerir okkur heldur ekki andlega fátækari, heldur að við snúum tilbaka úr því eitthvað staðarinn á miðuna, áður en við sveiflumst í næstu ást, aðeins klárari. Og það mín lífsýn.